Stjórnarskráin segir: Alþingi er friðheilagt, enginn má raska friði þess né frelsi. Og við höldum þessu orðalagi inni. Það var þó rætt í nefndinni hvort orðið öryggi ætti að vera inn í þessari grein, hugsanlega í staðinn fyrir frið, en nefndin sendir þetta svona frá sér. 22. grein er starfstíma Alþingis. Núverandi stjórnarskrá segir: reglulegt Alþingi skal koma saman ár hvert hinn fyrsta dag októbermánaðar eða næsta virkan dag ef helgidagur er og stendur til jafn lengdar næsta árs hafi kjörtímabil alþingismanna ekki áður runnið út eða þing verið rofið. Samkomudegi reglulegs Alþingis má breyta með lögum. Nú umræður í nefndinni byggja og tillagan byggja að hluta til á tillögu stjórnlaganefndar. Það er aðeins orðalagsbreytingar og því var velt upp hvort nauðsynlegt væri að taka fram hvenær löggjafarþingið ætti að koma saman. Fyrir því er orðin mjög rík hefð og það eru skoðanir upp það að það nægi að kveða á starfstíma Alþingis í lögum. En tillaga okkar er, sem hér segir: Alþingi kemur saman eigi síðar en 2 vikum eftir hverjar alþingiskosningar. 2 vikum getur verið spurning, en svona kemur þetta frá okkur með 2 í hornklofa. Síðan er þessi vafaklausa sem segir: Alþingi kemur saman ár hvert á reglulegu löggjafarþingi sem hefst fyrsta virkandag októbermánaðar og stendur fram að næsta löggjafarþingi hafi kjörtímabilið ekki áður runnið út eða þing verið rofið. Samkomudegi reglulegs Alþingis má breyta með lögum. Og það er ekki ennþá útkrjáð hvort að þessi setning eigi að standa inni eða hvort að slíkt megi ákveða í lögum. Og síðasta setningin er: nánar skal kveðið á starfstíma Alþingis í lögum. 23. grein er samkomustað Alþingis. Í núverandi stjórnarskrá segir: samkomustaður Alþingis er jafnaðarlega í Reykjavík. Þegar sérstaklega er ástatt getur forseti lýðveldisins skipað fyrir að Alþingi skuli koma saman á öðrum stað á Íslandi. Okkar tillaga byggir að hluta á tillögu stjórnlaganefndar og hljómar svo: Alþingi kemur að jafnaði saman í Reykjavík en þingið eða forseti þess getur ákveðið að það komi saman á öðrum stað á Íslandi. Þá er komin 24. grein. Opnir fundir Alþingis. Núverandi stjórnarskrá segir í 32. grein: Alþingi starfar í einni málstofu, og í 57. grein: fundir Alþingi skulu haldnir í heyranda hljóði. Þó getur forseti eða svo margir þingmenn sem til er tekið í þingsköpum krafist að öllum utanþingsmönnum sé vísað burt og sker þá þingfundur úr hvort ræða skuli málið í heyranda hljóði eða fyrir luktum dyrum. Stjórnlaganefnd er á svipuðu máli, breytir orðalaginu aðeins, en þetta hafa orðið þó nokkrar umræður í nefnd B, sérstaklega vegna grundvallar atriða í lýðræði samfélagi rétt almennings til að fylgjast með störfum þingsins. Og þess vegna kemur enn einn hornklofinn fyrir í þessari grein sem segir svo: fundir Alþingis eru haldnir í heyranda hljóði, og í hornklofa: ef ríkar ástæður eru til getur þingforseti eða þingmaður þó lagt til að öllum utanþingsmönnum verði vísað á braut. Sker þingið þá úr hvort umræða fari fram í heyranda hljóði eða fyrir luktum dyrum, og hornklofi lokast: þingnefnd getur ákveðið að fundur hennar sé opinn almenningi. Þarna má líka benda á að fyrsta
málsgreinin, altså 32. grein er þarna tekin út. Við teljum óþarfi að taka fram að Alþingi starfi í einni málstofu í stjórnarskrá og að öðru leyti liggur þetta nú held ég nokkuð ljóst fyrir. 25. grein er þingsköp Alþingis. Núverandi stjórnarskrá segir í 58. grein þingsköp Alþingis skulu sett með lögum og við höldum þessu ákvæði óbreyttu. 27. liður er ályktunarbærni. Þar segir í stjórnarskráni: eigi getur Alþingi gert samþykkt mál nema meira en helmingur þingmanna sé á fundi og taki þátt í atkvæðagreiðslu. Okkar tillaga úr B-nefnd er efnislega samhljóða en orðalaginu breytti jákvætt með því að segja Alþingi getur því aðeins gert samþykkt mál að meira en helmingur þingmanna sé á fundi og taki þátt í atkvæðagreiðslu. Þarna er ekki efnislega breytingu að ræða. Og þá komum við að 27. grein sem er setutíma ráðherra. Í núverandi stjórnarskrá er ekkert ákvæði setutíma ráðherra. En við umræður í nefndinni kom fram sú skoðun að stjórnarskráin ætti að taka á þessu máli með það fyrir augum að takmarka setutíma forsætisráðherra og eða annarra ráðherra, til dæmis við 2 eða 3 kjörtímabil. Stjórnlaganefnd gerir heldur enga tillögu í þessu máli. Og eftir umræður í nefndinni setjum við fram eftirfarandi tillögu: enginn getur setið í embætti forsætisráðherra lengur en 10 ár samtals. Auðvitað getur umræðan snúist það að endurnýjun stjórnmálamanna geti ýmist verið of hröð eða of hæg. Hvort tveggja hefur komið fram í umræðum okkar á milli. En það kom ekki fram vilji í B-nefnd eða á opnum fundi vilji fyrir því að takmarka setutíma alþingismanna með tilliti til þess að með breytingum sem mögulega verða á kosningafyrirkomulagi verði möguleikar á persónukjöri auknir. Þannig að síst af öllu viljum við missa út af þingi þá sem hljóta mikið persónufylgi í kosningum á landinu. Þannig að við lendum þessu svona og það er auðvitað til umræðu hér. Ég vænti þess að nefndarmenn í B-nefnd komi nánar að þessu í umræðum hér á eftir. Þá þakka ég fyrir.